fundarstjóri, ráðherra og kæru gestir. Ég vil þakka fyrir þennan fund og tækifæri fyrir að fá að standa þetta aðeins upp. Ég vil taka undir það að við þurfum auðvitað að fyllast væntingum og sjá fram á að hér sé betri tíð framundan. Hér eru landkostir, einhverjir þeir bestu á landinu, hér eru bestu hafnirnar, hér eru bestu vegirnir, hér er besti flugvöllurinn, hér er besta fólkið. En það er bara þannig að það virðist bara vera að þegar talað atvinnutækifæri hér á þessu svæði að þá fari fjármálaráðherrann á taugum. Þetta er maðurinn sem stjórnaði búsáhaldabyltingunni með innblásnum ræðum og ég hélt að kæmi hingað og myndi segja eitthvað viti við okkur, en hann er eins og kettling hérna. Það segir ekki aukandi ekki orð. Ég hlakkaði til að virkilega heyri í þessum mikla ræðuskurungi sem hér situr. Ég vil bara segja það, ég er bara miklu vonbrigðum fyrir hennar mann, hann kemur ekki með eitt einustu skilaboð til okkar sem eitthvað vitir í. Já, það getur nú vel verið. En ég vil náttúrulega móti fagna líka komu Kristjáns Möller hingað. Ég hitti hann á fundi í innanefndu daginn og ég er búinn að fara á nokkra fundi þar og það var mikil breyting eftir að hann tók þar við forystu. Þá var komið maður í innanefnd sem vildi verkefni hér áfram og ekki bara hér heldur allt land. Og það er mikil gæfa fyrir okkur að fá hann og hér er í þingmannahópnum gott fólk sem vill þessu svæði vel og við treystum á það að það vinni með okkur. En mér langar aðeins í framhaldi af því að Kristi Jakobsson myndi sér á skatta og það virðist nú vera leiðin út úr öllu hér að bæta við sköttum og það er að bjarga öllu. Ég er nú ekki mjög tilfinningaríkur fyrir því þó að skattar hafa verið hækkar á brennivíninu en svo geta nú krossnir bröðust þessu önnur tré í því líka að þegar starfsmenn áfengis- og tóbaksverslunarinnar hafa ekkert orðið að gera vegna þess að framleiðslan er komin í heimahús eða í sveitina eða í Þistilfjörðinn. Ég reikna með að þeir þar hafi nú tekið fram landatækin eins og í minni sveit þegar búið að keyra yfir verðið á brennivíninu. Þannig fórum við skattlagningur af því og engin græðir. Og fólki sem þarf að nota þetta meira en góðu hófi gegnir og kaupi sér rauðvínsflösku á hverjum degi, nú fer það í sjoppuna og kaupi sér kók og eitt landabrúsa á leiðinni heim. Varðandi þessa skattlagningu sem að Kristi var að tala hérna áðan, að þá er það þannig að í fjárlögunum fyrir þetta ár, næsta ár 2011, að þá gerir fjármálaráðherra kröfu á flugstöðina að hún greiði 1200 milljónir í skatt til ríkisins. Sá skattur skal náttúrulega vera tekinn af brennivíninu í fríhöfninni, en eins og við þekkjum öll sem er komin á miðan aldur að það náttúrulega hefur verið skyldumæting í fríhöfn að kaupa sér brennivín á leiðinni heim. Nú á að eyðileggja það fyrir fólki og hækka brennivínið þar upp á öllu valdi svo menn þurfa að burðast milli flugvélar erlendis frá. Og þetta mun þýða það að þessar 1200 milljónir sem að flugstöðin á að skila í ríkissjóð, að þær þarf að taka með öðrum hætti vegna sem menn hætti að kaupa í fríhöfninni. Og þá þarf að gera það með skattlagningu á flugið. Og mér er sagt þetta bestu mönnum í flugstöðinni að nái þetta fram að ganga, þessar væntingar fjármálaráðherrans aukna skattheimtu á flugstöðina, að þá muni þurfa að hækka lendingagjöldin. Og ég heyri töluna 68 til 100%. Og þá er nú draumarnir aukna komu erlendra túrista til landsins að brostna. Þá er mér sagt að erlendu flugfélögin sem að flytja 20% af farþegum til landsins, að þau munu byrja því að hætta að koma hingað. Og síðan munu íslensku flugfélögin hætta að koma í millilendingafarþegi hingað. Þetta mun þýða það að fólkinu í fríhöfninni verður sagt upp og svo verður hlaðamönnunum sagt upp og svo kemur þetta koll að kolli og eins og Kristinn sagði, tölunni á 350 voru nefndir. Og ég spyr bara, er nú ekki nóg að koma í veg fyrir þau atvinnutækifæri sem bíða þó er nú ekki slá þótt á borðinu sem er þó hérna? Og ég bara óska eftir því að fjármálaráðherra svara þessum spurningum og segi nú eitthvað viti hérna áður en hann fer hérna út. Takk fyrir.